Hér kemur hann niður brattan en eins og ég sagði hann svolítið aftarlega og ræður hann ræður ágætlega við þetta og kemur á 46-35 46-35 millitíminn hjá honum Svani Óðinsinni. Kemur hér nú fram af hengjunni, einhverju basli aftur hana og mér sýnist hann svolítið aftarlega og á því erfitt með að vera með tímalega línu en þetta gengur þó. Kemur hér núna í gegnum stýriportið. Svolítið hárri brunnstöðu en gerir þetta þó ágætlega. 1:21:85, samlatími 2:44:33. Hér kemur Almar Ögmundsson næstur frá skíðafélagi Akureyrar sem var með tíman 1:20:50 í fyrirferðinni. Hann búinn að vera á Nýja-Sjálandi eins og komið hefur fram og lítið verið á skíðum í vetur, hann kannski ekki alveg í fullri æfingu, en hvernig líst þér á Almar í seinni ferðinni? Nei, hann ekki í fullri æfingu en hann með ágætt tækniatriði henni í gangi, hann með línuna valda rétta, svona nokkurn veginn og sjáum hérna, hann mætti náttúrulega vera meiri pressa en til þess þarf líkaminn að vera í betri formi. Ef maður vill leyfa skíðum að fara lengra út og pressa þannig á þau, þá náttúrulega það bara meiri þyngd sem þú þarft að bera í rauninni. Hann kemur hér, virðist vera orðið mjög þreyttur hérna, lét stafinn að hanga þannig niður á hann, 1:19:80, fínn tími hjá Almari. Þá næstur Magnús Már Pétursson frá skíðaraðin Reykjavíkur sem var að tímanum 1:20:25 í fyrirferð. Núna hann komin hér á stað í seinni ferð og svona svolítið óöruggur hérna, sýndist mér. Hann náttúrulega ungur en sjáum millitíma 42:73. Það fínasti millitími. Kemur nú hér fram af. Hann svolítið, skíðin svolítið, það svo hann með ekki jafna pressu á báðum skíðum. Það meiri pressa á ytra skíðinu hjá honum og verða skíðin því ekki mjög samsíðar. Línan verður svolítið óhrein, skurðurinn hjá honum. En það samt ekkert þannig séð til þess að kvart yfir. 1:17:12 besti tími hingað til og samlega tími 2:37:37 sem einnig besti samanlega tími. Hér Bjarni Hannesson mættur á svæði skíðaráði Reykjavíkur með 1:20:02 í fyrirferð. Kemur í seinni ferðina hér á bara fínni siglingu. Já, svolítið uppréttur en enda hávaxinn maður. Og eins og við rættum þá ekki endilega betra að vera hávaxinn í þessari íþrótt, það frekar hitt það ekki, maður allan svona sneggri ef maður lítill og nettur. Já, það oftast það þannig í svíi, þeir bestu litlir og svona svolítið sterkir snöggir, en í stórsvíi getur það oft verið líka stórir og sterkir menn sem í hraðagreinum, en það svo sem engin regla á því. Ekki þannig séð. Hér allavega klárar hann Bjarni Hannesson á hvaða tíma? Hann að klára á 1:17:79, annar besti tíminn í seinni ferð og samlega tími 2:37:81 sem einnig annar besti samlega tími. Þá víkur söguna næsta Kristni Loga Auðunssyni, hann frá skíðaraðar Reykjavíkur sömuleiðis eins og Bjarni með tíman 1:19:41 í fyrirferð og kemur hér niður með gullitaðan hjálm. Við erum að taka eftir hjálmálum hérna svolítið líka, tískuvaktinn. Þetta virkaði flott hjá hann og þetta sé ekki besti millitími hingað til. Það ennþá Magnús Már sem var á besta millitímanum. Kristinn Logi með mjög flottan stíl. Hann vel stabill með efri líkamann og leyfir skíðum að fara svolítið upp á snúningur samt. Getur orðið hættulegt þegar kemur upp úr snúningur, menn þá ekki á ytra skíðinu og detta inn á innra skíðu og detta niður á innri hlið.
sem snúa í átt að portunum. Hér er tíminn var 2:36:13 sem er besti samanlega tími. Þá er næstur á svæðið Einar Bjarki Leifsson, hann er úr skíðafélagi Akureyrar, er á 1:19:41 í fyrirferð og kemur hér í seinni ferðina. Þetta er fín keisla á Einari, 44:54. Var það Einar Bjarki sem fekk heilarhristingin hérna? Það var Einar Bjarki sem fekk heilarhristingin. Skemmtileg saga á hann. Já. Sorry þið sem mistuðu henni. Þetta var mikið hlegið af þessu þegar hann nefndi það hérna. Hlýt að þekkja bróður mér fyrst hann er eins gall og ég. Já, þetta er speisaður galli. Hvernig líst þér á? Einar er að sína góða hluti hér. Hann er greinilega að leggja sig allan fram í þetta og er bara að hann startaði náttúrulega mjög seint og er bara hér á ágætu tíma, hefði geta verið betri. 1:20:93, samlatími 2:40:15, misti hann að 3 upp fyrir sig. Hér er næstur Einar Bjarki, Jón Eli Rúnarsson, hann er úr Breiðabliki, nú hafðist þungað tönn hérna, hann var á 1:17:77 í fyrirferðinni, kemur hér niður, hvernig líst þér á hann? Þetta lítur ágætlega út, ekki rosalega hratt eins og hann, Magnús Mári ennþá með besta millitíma segi ég, en er þó ekki langt frá honum. Hann er mjög stabíll, hann Jón Eli gerir þetta vel hér í brattanum, ágætlega svolítið seint spor, gæti verið á sneggri skurði líka, en klárar hér á tímanum 1:17:13 og samanlega tími 2:34:90 sem er samanlega besti tími. Þetta var Jón Eli, hér er næstur Pétur Helgi Einarsson úr skíðaráði Reykjavíkur með 1:17:62 í fyrirferð, kemur í seinni ferð og hann lenti smá basliðan uppi, hann er komin úr því, hann er að keyra á það, hann vill ætla að greina að negla það er nú bara landsmóti núna, þannig að það er að gera sína sig. Nei. Lendir þarna bara og framalega virðist vera eitthvað högg eða eitthvað. En virðist nú vera í lagi með hann, já, það virðist vera í lagi með hann. Hann hreyfir sig allur, þannig að það er örgulega góðlega spurning hvort hann ætlar að klára eða ekki. Jú, hvað sýnist þér? Sleppir hinu stafnum og hann fer upp fyrir án stafsins. Sleppir einu staf. Það er nú þannig reglur að þú verður að koma með 34 niður. Stafur, skíði. Já. Þú mátt klára á einu skíði. Hann var með klárað á einu skíði? Hérna dettur hann aftur. Þetta er bara sama. Hann er á allt og mikið á innra skíðinu. Já. Hann kemur ekki með vikt yfir kemur ekki yfir skíðin, axlinar koma ekki samsíða skíðum eða þannig að hann er bara á innri skíðinu, meiri þungi þar og dettur á innri hliðina. Klæddur eins og svona brjóstsykur, jólabrjóstsykur, en kommentum ekki frekar á það. Þetta var hann sem sagt Pétur Helgi Einarsson sem að fjall við og datt út úr keppni. Hér er eins og Atli Rafn Gunnarsson komin á staða frá skíðafélagi Akureyrar með 1:17:10 í fyrirferð og kemur bara siglingu hér niður. Já, þetta er mjög flottur tími, millitími hjá honum Atla og 41:86. Já, ég var nú búinn að heyra eitthvað hérna úti í strítunni að hafa sagt við hann að hann geti miklu betur og það er hann að greinilega sína. Hann er núna alveg að negla á það. Hann er í stuði. Spurning hvort að hann haldi ekki fínn hraði inn á flata og bara smá hopp hana. Hörk og flott samt sem aður og hvernig lítur þetta út? Þetta er besti tíminn í seinniferð 1:15:46 og samlega tími 1:32:56. Það er 1,5 sekúndur betri heldur en að hann Jón Eli kláraði á. Gerði þetta bara hörk og vel. Hér er Sigurður Hauksson komin á stað. Hann er úr skíðaráði Reykjavíkur og fer hér á stað þegar að fokkurinn flýgur yfir og hvernig svo heyrðist. Sigurður, eins og segir, skíðaráði Reykjavík og var með 1:17:01 í fyrirferð og hvernig líst þér á seinni ferðina hjá Sigurði? Þetta er ágætur millitími,
Atli var með aðeins betri, hann á 42.26, Atli var á 41.86. Spurning hvort að Atli taki hérna fram úr sigurinn. Nú náttúrulega sigur með betri tíma í fyrirferð, þar sem hann startar á eftir honum. Hann þó ekkert að gefa neitt eftir, hann Sigurður Hauksson. Þetta alveg, það einhver hopp þannig á milli stýripótsins og rauða, en Sigurður kemur á besta tímanum hingað til 1.15.29 og saman tími 1.32.30. 2.32.30 mennur. Já, 2.32.30. Já. Hér næst komið að honum Jóni Óskari Andréssyni frá Siglufirði. Og mikill skíðafjölskyldu þar. Hann var á tímanum 1.16.67 í fyrirferð og hvernig finnst hann að skíða þetta? Hann kemur hér á millitímanum með 42.43. Það hefur kannski ekki allt að segja. Hann náttúrulega, kemur hann ofan í kosina og virtist vera á góðri siglingu þar niður. Hér kemur hann svo í seinni brattan. Mjög vel skíðað þessi bratti, tók þannig flott línuval og var á góðum skurði. Hér kemur þetta hopp þannig, það smá boss, vonandi verður ekki til trála. Jón Óskar kemur á 1.16.30, nei 1.16.20 og það þriðji besti tími í seinniferð. Samanlagða tími 2.32.87, einnig þriðji besti samanlagða tími. Þá næst Högni Hjálmtýr Kristjánsson frá skíðaráði Reykjavíkur með 1.16.24 í fyrirferð, kemur hér í seinniferðina og þegar maður sér hann hér, þá dættir manni helst í hugum að sé að horfa á Eurosport með hvernig veðrið Þetta það þannig fílingur, vantar bara Eurosport logoði hérna í hornið, þá eins og sem að horfa á Alpana eða eitthvað. Getur ekki reddað því bara? Jú, ég held að ættum að biðja Gústa til að redda því, Gústi tæknamaður hér. Hér hins vegar Högni á fullu, hvernig líst þér á Högna? Þetta búið að vera mjög góð ferð hingað til, 41.36 millitími, besti millitími hingað til. Og virðist ætla bara að klára þetta á fínum tíma. Góð sigling hérna, virkilega góð sigling og endurinn á þessu braut 1.13.72, langt og besti tími hingað til, samlaða tími 2.29.96, mjög góður samlaða tími. Þá förum við fram í fjörð, út í fjörð ætla ég nú að segja til Dalvíkur, þannig Þorsteinn Helgi Valsson kominn á stað með tíman 1.16.21 í fyrirferð. Þorsteinn bara, nokkuð flottur hérna? 42.26. Já, ekki alveg eins góðu millitíma og Högni Hjálmtýr var á? Nei, ekki alveg, en eins og segi, hann á við hérna nokkur brot. Já, reyndar, 3 brot bara. 3 brot. Það spurning hvort hann náði þessu núna hérna í seinni hlutanum. Högni var reyndar á svaka keislu, kom á góður í keislu hérna niður á flatan segi. Þorsteinn Helgi full setn hérna á lokatímanum, dugar ekki til, 1.14.84 og saman tími 2.31.05, annar besti samlaða tími. Þá næstur Hallgrímur Páll Leifsson frá skíðafélagi Akureyrar á tímanum 1.16.04 í fyrirferð, kemur hér í seinni ferðina, klæddur eins og bróður sinn. Rétt. Sem að við sáum hér skíða niður áðan. Þetta virkar Hallgrímur aðeins og sett þannig, en náða bjarga sig 42.02, 70 brotum og eftir Högna hérna í millitímanum, en fínt línuval hérna. Nú þarf hann bara að sleppa sér ef hann vill ekki missa Högna undan sér. Munar litlu hérna, þetta var hættulegt. 1.15.15. Hallgrímur Páll Leifsson frá skíðafélagi Akureyrar. Þá erum við komin aftur til Dalvíkur. Hér Arnór Reyr Rúnarsson kominn á stað með tíman 1.15.91 í fyrirferð
og rennir sér hér stað í seinni ferðina sína og nú að verða hálfnað með hana. Hvernig líst þér á þetta? Mér líst mjög vel á þennan strák, hann stóð sér mjög vel í fyrirferðinni, startaði hérna númer 36 en með 16. besta tíman eftir fyrirferð. Þannig að hann hoppaði upp meir en helming í sætum. Að standa sér sem sagt gríðarlega vel hér í dag. Og það bara var að keyra líka á ágætum millitíma, ekki svo besti en eitthvað í kringu sekundu eftir því, en að keyra bara mjög fínt hér í dag. Hann á sínu fyrsta ári hér og á því mikið eftir á næstu árum. 1.16.21, ekki jafn góð seinniferð eins og svo fyrri, eitthvað hefur brautin ekki hendur honum og á saman tíma 2.32.12 og dettur upp 3 sæti. Hér Hákon Dansson kominn á stað frá skíðafélagi Akureyrar, 1.15.85 tíminn í fyrirferð hjá honum, en hvernig líst þér á seinniferðina hjá Hákoni? Þetta virðist vera allt í lagi, 41.59. Einn af þeim fáu sem hefur komið á 41, þeir eru 3 sem hefur komið á undir 42 hérna í millitímanum. Hann með mjög fínt línuval, Hákon. Þetta mjög vel valinu Hákoni. Hefði mátt vera styttri skurður til þess að ná sér í hraða í gegnum beygjunar. Það ekki alltaf nóg að vera með stuttalínu, heldur þarf maður líka að geta aukið hraðan. 1.14.28 og saman tími 2.30.13 sem annar besti tími. Það ennþá Högni Hjálmtýr sem að leiðir á 2.29.96. Já, hafa nú þó nokkur keppendur komið á eftir honum. Núna ætlum við að fara okkur út fyrir landsteinuna og fara til Ungverjalands, þar sem að Ungverjinn Benjamin Zolos, sem höfum gaman að því að kynna hér inn, rennur sér niður. Hafa tíman 1.15.81 í fyrirferðinni og kemur hér á fullu í seinniferðina. 41.95 millitíminn á honum. Þessi efnilegi Ungveri ég held að sé að gera mjög fínt mót. Hann að keyra vel undir sínum punktum sem að örugglega tilgangurinn hans hér á Íslandi, að næla sér í góða fyrstpunta. Það hægt að gera það á Íslandi og rosa ferð á honum hérna bara. Hann nefnilega, ég hitt hann hérna fyrir utan, hann mjög smávaxinn og ekki með mikið kjöt utan á sér, en með mjög góða tekni og það nýtist honum vel. 1.14.93 saman tími 2.30.74 og það þriði besti tími til þessa. Þá næstur Gunnar Þór Halldórsson frá SKA, 1.15.03 var það hjá honum í fyrri ferðinni og hann ennþá með besta tíman, hann Högni Hjálmtýr eða ekki? Jú, það spurning hvað Gunni gerir hér. Hann framalega núna á skíunum, annað en hérna var í fyrirferðinu, var svolítið aftarlega og var í smávesinni. Lang besti millitíminn hingað til, 40.84, ætla greinilega að negla á það. Hann náttúrulega hættur þannig séð, en maður veit náttúrulega alltaf sína hvað í manni býr. Hann nú eitthvað að koma á smá skransi hann upp í bratta, en jú, hann á fínni ferð hérna inn á flata. Nær hann að halda því og lendir hann ekki í vesinni hér. Nei, og klárar á besta tíma til þessa, 1.13 slétt, saman tími 2.28.03 og það 2 sekúndur betri heldur en Högni var á. Þá það Ranajai Kamsa-Ing. Já. Hann frá SKA. Nei, fyrir Dalvík ætla ég nú að segja, og einn af betri skíðamönnum Thailands eins og við höfum komið inn hérna áður. Já. Var með 1.14.95 í fyrirferðinni og kemur hér og nú spurning hvaða millitíma hann verður með í þessari ferð. Hann á 41.65, þeir allir millitímanir aðeins að lækka. Já. Gunni var þó á hérna 40.84, tæplega sekundu betri heldur en Ranajai. Kemur hér fram á brattanum, svolítið og hreitni hérna inn í inngangin og beigunar, en hann fekk þó ágæta ferðin inn á flatan. Skiptir öllu máli að koma á góðri ferðin á flatan, því að ef þú kemur á hægri ferð þar inn erfitt að ná honum upp aftur.
1:14:22, samlaða tími 2:29:17. Það annar besti tími hingað til á eftir Gunna. Á eftir Gunnari Þór Halldórssyni. Hér Stefán Ingi Jóhannsson kominn á stað og skíðaraður Reykjavíkur með 1:14:66 í síðustu ferð. Já. Stefán Ingi lendir hérna í einhverju smá basli, datt aðeins á innraskíð, lætur það ekki stoppa sig. Og millitíminn hjá Stefáni 41:21, annar besti millitími hingað til. Lendið hana í vesinu en á fínu millitíma þrátt fyrir það. Nú bara að halda sér yfir skíðunum, misti hana hendin aftur honni, hann rosalega tæpur á innraskíðinu. Það hefði ekki mátt vera meiri beygja, hann sennilega dotti á innri hliðina. Ekki á það miklu hraða hérna inn en dugir samt til 1:12:80, besti tíminn seinni ferð og samlaði tími 2:27:46 og það besti samanlagði tími. Slær þarna út Gunnari Þór. Já. Arnór Dagbjartsson næstur, hann frá skíðafélagi Akureyrars, var á 1:13:99 í fyrirferð og nú spurning hvað hann gerir. Við fyrir að nálgast núna svona topp listan hjá okkur. Já, Arnór Dagur var að keyra mjög vel í fyrirferðinni. Kemur hér á millitíminu 41:12, annar besti millitími hingað til. Hann var að keyra mjög vel í fyrirferðinni enda sjá hann startaði hérna fyrir nummer 54 en í 9. sæti. Já, vá. Nei, ekki 54, ásakið, 24. Bib nummer 54 eða start nummer 54. Hann virðist eitthvað þreyttur en hann ætlaði greinilega að negla á það því að þetta virðist vera bara ágætu tími. 1:13:53, samlaði tími 2:27:52 og það annar besti tími hingað til, missir hann að Stefán Inga á undan sér. Þá næstur Rittachai Kamsaing, tvíburabróðir Ronachai Kamsaing frá Dalvík. 1:13:81 var tíminn í fyrirferði á honum og hér kemur hann í seinni ferðina. Virkilega flottur stíl, svona sjónarlega séð. Virðist vera svo hraður með þennan stíl en það alltaf hægt að mistúlka svona stíla eins og þeir með. Þeir virka svo mikil vinnsla í þeim en hins vegar þetta bara gott skíða hann uppi og virðist skíða það líka komið svolítið, misti þannig smá skíðin frá sér og fór eitthvað að hristast til. Gerir þetta þó vel og á fínu hraða hérna inn. Kemur á tímanum 1:13:44 og samantími 2:27:25 og það besti samanlega tími hingað til. Hjá honum Rittachai. Hér næstur Björn Ingason frá skíðafélagi Akureyrar með 1:13:61 í fyrirferð og kemur hér bara mjög góður siglingu, svolítið sett þarna en gerir þó vel. Var með mjög góða línu hann uppi, 40:53, það besti millitími hingað til og kemur núna hér yfir hæðina. Dögura til hann nokkuð búinn að missa eitthvað af strákunum framfyrir sig hér á seinni hluta brauts. Gerir í þessu bratta keyrir Björn mjög vel. Hann mjög tímalegur en lendi þarna í smá vesinni. Kemur á tímanum 1:12:71 besti tími hingað til og samanlega tími 2:26:32 samanlega besti tími. Þetta var Björn Ingason en hér komið af Unnari Má Sveinbjörnsinni frá Dalvík. Búið að starta honum? Já, það búið að starta honum, við erum bara að bíða eftir honum. Það fer svona að líða lengra núna á milli keppanda, eða ekki? Jú, núna fá að sjá alveg alla leið. Já, nema við sjáum bara ekki alveg alla leið. Nei, hörðu þetta það. Já, það kemur hann í loftköstum. Já, hann á siglingu. Enda hann í baráttu 17-19 ára verðlaunarsæti. Já, ok. Þannig að hann inni þar hugsanlega.
Já, þannig þarf ég held að ef hann bara ekki í þriðja sæti eins og staðan þannig að hann kom á millitímanum 40-19, það tók hann fórustuna með millitíma. Já, besta millitíma hingað til, en það sést það alveg, hann er á blýgandi siglingu. Blúsandi siglingu, svolítið óhreitt skurður en ekki það að hann sé á einhverju hægri ferð, það kom á góðri ferð inn á flatan og einnig á mjög góðum tíma 1:11:51, samlatími 2:24:73. Tekur það fórustuna allavega 17-19 ára flokknum enn sem komið eða ekki? Jú, og með besta samlaða tíma. Já, Brynjar Jökull Guðmundsson hinnastur frá skíðaráði Reykjavíkur með 1:11:80 í fyrirferð, þannig að það spennandi að sjá hvað hann gerir núna. Já, hann kemur á 39:60. Þeir taka millitíma fórustuna bara hver á fætur öðrum. Já, 39:60, það nú svona, já. Það virkilega gott, já. Hálfri sekundu betur öðru unnar. Kemur niður. Flott línuval, mjög stuttur skurður hjá Brynjari. Þessi var heldur langur og lenti í smá vesinni en komin á rétt ról og gerir þetta ágætlega og kemur í mark á tímanum 1:10:80 og samlaði tími 2:23:13 og það besti samlaði tími. Þetta var Brynjar Jökull Guðmundsson. Hér næstur Magnús Finnsson frá skíðafélagi Akureyrars, var með tíman 11:80 í fyrirferð og hér kemur hann í sína seinni ferð og hann í baráttu allavega 17-19 ára flokkinu, eða ekki? Já, hann í baráttu við Einar Kristinn titilinn, 17-19 Íslandsmeistari í stórsvigi. Munar heldur ekki miklu á þeim úr fyrirferðinni. Millitíminn hjá Magga 40:03. Það munar aðeins 6 brotum á þeim Magnúsi Finnsinni og Einar Kristinn sem startar á eftir honum. Þannig að hann þarf aldeilis að negla á það núna ef hann ætlar að næla sér í Íslandsmeistaratitil. Og hvað gerist hér? Hann kemur í mark á hvaða tíma, segiru okkur? Það 1:11:00, annar besti tími í seinni ferð en samlaði tími 2:22:80 sem besti tími hingað til. Og þá skulum við sjá hvað Einar Kristinn Kristgeirsson gerir, hvort að hann næli sér hér í Íslandsmeistaratitilinn í 17-19 ára eða lendi í öðru sæti og eftir honum Magnúsi Finnsinni sem við sáum hérna áðan. Hér kemur hann, Einar, og hvernig líst þér á? Hann með full seint spor hann búinn að vara í smá stöðuna vesinni og kemur á millitímanum með 39:92. Nokkuð betri heldur en tíminn, örlítið betri heldur en tíminn hans Magnúsar. 9 brotum, það spurning hvað það segir, en það var bara aðeins 6 brotum sem munna á þeim eftir fyrirferðina. Og hvernig líst þér á seinni helmingin? Hann að slá af? Já, hann sko, það eins og hausinn sé ekki alveg í lagi að því hann með svolítið seint spor en það getur vel verið að þetta dugi til. Nú ráðast úrslitin, við skulum sjá. 1:11:27 brotum lakari heldur en Magnús Finnsson og þar með Magnús Finnsson Íslandsmeistari í 17-19 ára. Magnús Finnsson þá orðin Íslandsmeistari 17-19 ára. Hér komin Jakob Helgi Bjarnason frá Dalvík. Já, hinn 16 ára Dalvíkingur. Virkilega flott keisla á honum, 38:90, langt besti millitími hingað til. Honum langar í Íslandsmeistaratitilinn. Það held ég. Hann ætlar ekki að gefa neitt eftir hér. En það sjáum við keisluna á honum. Rosa stuttur skurður í stórsvíi. Þvílík ferð inn á flatan. Hann bara misti af honum myndatökumaður. Og hvaða tíma kemur hann inn á, hann Jakob Helgi? Þetta virðist vera svaka tími. 1:08:88, saman tími 2:20:52. Það 2,5 sekundur betri heldur en næsti maður eftir, Magnús Finnsson. Svaka siglinga á Jakobi Helga Bjarnasyni. Hér Sigurgeir Halldórsson sem Íslandsmeistari í svíi. Hann að keppa fyrir SKA, var á tímanum 1:11 slétt í fyrirferð. Hvað gerir Sigurgeir hér? Skulum sjá.
lendir hann í smáveginn, lendir aftarlega en 39-72 millitímið. Það ekki jafn gott og Jakob, en eins og Sigurður sagði þá hann náttúrulega, finnst honum sjálfur vera hann betri stórsismaður heldur en svigmaður. Nú spurning hvað gerir hér í brattunum, græðir hann tíma, það spurning núna hvað gerist, kemur hann á, já, þetta tímapunkturinn sem að Jakob kom hérna á flegi siglingu inn á flatakaflan, lokakaflan, þar geta menn grætt tíma, 1:10:50 og samlega tími 2:21:50 misti hann að Jakob á undan sér. Þannig að Jakob Helgi Bjarnason leiðir ennþá með besta tíma 2:20:52. Hér komið að Gísla Rafni Guðmundssoni. Hann frá SKR skíðaröður Reykjavíkur eins og ég sé nýbyrjaður hérna í þessu núna og kemur hér. Já, þetta góð sigling hann uppi, hann rosa góður í brattanum hann Gísli, hann sterkur 39:56. Spurning hvað hann aðeins undan allan að Sigurgeir í millitíma. Já, aðeins undan Sigurgeir í millitíma, en Jakob með á alla, með fórustuna eins og hérna á áðan í fyrirferðinni. Hann gjörsamlega rústaði þessu kafla hann Gísli, hann tæklaði hann svo vel þessum bratta áðan, þar græddi hann tíma á þá alla strákana. Og hvað gerist hér? Hann kemur í mark á tímanum. Hann kemur á 1:10:10, samlega tími 2:20:58 og þar með orðið ljóst að Íslandsmeistari í karlaflokki Jakob Helgi Bjarnason á 2:20:52. Öðru sæti hann Gísli Rafn Guðmundsson, Reykjavík 2:20:58 og þriðji Sigurgeir Haldursson 2:21:50. Jakob Helgi búinn að næla sér í Íslandsmeistaratitilinn hér. Núna var einhver að falla hér í brautinni, það Hjalti Hilmarsson. Við erum sem sagt búnir að klára keppnina nánast, við erum komin aftur á bak í keppninni. Núna eru þeir topp 3 búnir og eins og þeir eru með 10-12 forskot, 10-12 sekúndna forskot á einstaklinginu sem koma hérna eftir, þessi sem voru að vinna og það að ná því forskot í svona stuttri braut það ómögulegt. Hér Hjalti Hilmarsson liggjandi, við sáum ekki alveg hvað gerðist, við vorum bara auðvitað að rekna hér út úr þessu, hann datt allavega og ég sá að hann datt þarna í efst í brekkunni sem við sjáum og datt hérna sem sagt, ég veit ekki hvernig útskýra þetta hérna yfir, þannig að hérna. Já, hann náði ekki þessu bláa porti. Hann náði ekki bláa portinu. Nei, hann hefur sennilega giska á ef það hefur verið þannig að það hefur sennilega dottið á innra skíðið og runnið þarna til. Svo þetta að fara til Bandaríkjanna hér, hann Ellis Grúbmann framöndan og Arnar Geir Ísaksson og Hörður Guðmundsson. Þeir báðir, Arnar Geir og Ellis, nefnilega klikkuðu þannig á portinu niður við mark í fyrirferð. Já. En kláruðu samt báðir og hafa því bara það að sína að þeir geta nælt á því seinni ferðina. Þetta hann Skúli Lórenz Tryggvason frá Dalvík. Ungur strákur frá Dalvík. Kemur á millitímanum 45:55. Þetta virðist, hann mér fannst að vera mjög óöruggur hérna í fyrirferðina minnstu kosti. Og á svolítið skransi bara í gegnum beyjuna alla. Kemur ágætum hraða hérna inn á flatakaflan. Hérna sjáum við fyrst og annað sætið, annað og þriðja sætið. Sáum að labba þarna. Sjáum hvort tökum maður nokkur náðið hérna rauður. Sigurgeir vinstra megin og Gísli Rafn sem lenti í öðru sæti hann í miðju og svo Brynjar Jökull hann til hægri. Jakob ekki hann, en Hörður Guðmundsson hér kominn. Að koma hérna í gegnum S-ið, svo kallaða, hér. Og fer hér í gegnum millitíman á 46:57, það þá slakkari heldur hann Skúli Lórenz var á. Spurning hvort að ná honum í seinni ferðinni eða það seinni hluta brautarinnar. Það náttúrulega alltaf ennþá keppni þó að úrslitin eru ljós. Menn verður alltaf á betri tíma heldur en næstu maður. Já, auðvitað.
kemur hér, hefði getað valið betri línu, hraðari línu hérna í gegn. Hann svona ekki mikið hræða á hann það. Nei, en hins vegar hann kemur hér á marka á tímanum 1.24.86, samanlega tími 2.48. Hér Arnar Geir Ísaksson hins vegar. Þetta allt önnur skíður. Hann kemur á flegi ferð eins og svona spá fyrir. Já. Svolítið aftarlega það ekki á skíðum. Jú, þetta gefur hraða aftarlega og náttúrulega ekki jafn örugg lína, eða sérst örugg skíðun. Kemur hérna seinna í þetta port ekki gott, 40.94, fínn millitími. Fínn millitími hjá honum Arnari Geir Ísaksinni. Kemur fram af, hann með mjög flotta tækni og flotta skíðun Arnar Geir. Hann vel yfir skíðunum, mjög efnilegur ungur strákur. Kemur á fínu hraða hérna inn, mjög fínu hraða hérna inn á flatan. Já, að koma á flottum tíma heiti mark. Já, þetta 1.12.76, 9. besti tími henni í seinni ferð og 2.44.90, átti náttúrulega hérna skelfilega fyrir Já, hann hnekkti svona rosalega. Hann þurfti að lappa upp og eitthvað þannig. Hann Arnar Geir Ísaksson sýnir það að hann alveg... Já, hann ekki alveg á sínu sæti. Nei, það greinilegt með að við seinni tíman. Hér hann Ellis Krúpan, vinnur okkar frá Bandaríkjunum, komur á stað. Hann ekki lagður á stað. Spurning hvort að hann fari. Nei, býta nú við. Síðustu ferðina gæti verið að hann hafi hætt við að fara. Komin náttúrulega frá Bandaríkjunum og hættir við að fara á síðustu ferðina. Já, það nú ekki mikið eins og þeir strákar hérna, Ellis og hann Benjamin, þeir eru eflust að sækjast eftir fyrstpunktum, ekki bikarstigum, þannig að þeir hafa ekkert með það að gera annað en kannski upp á reynsluna að taka seinni ferðina. Þannig að hann verðist ekki fara hér á stað? Nei. Ok, eins og maðurinn sagði, þá ætlum við að renna yfir þetta hjá okkur, eða ekki bara ekki renna þessi yfir stöðuna eins og hún við erum komin með stöðuna bæði í karla- og kvennaflokki og byrjum á konunum, sjáum hvernig þetta lítur út bæði í kvennaflokki í stórsviði kvenna og 17-19 ára stórsviði kvenna og svo stórsviði karla og 17-19 ára stórsviði karla. Þú kannski ferði í gegnum þetta með okkur. Í kvennaflokki Erla Ásgeirsdóttir í 3. sæti á 2.28.05. Í öðru sæti Helga María Viljámsdóttir á 2.27.84 og í fyrsta sæti í kvennaflokki Katrín Kristjánsdóttir Akureyri á 2.26.69. Erla Ásgeirsdóttir hins vegar Íslandsmeistari í 17-19 ára flokki kvenna og þar í öðru fylgir Freydís Halla Einarsdóttir Reykjavík og Erla Guðný Helgadóttir í því 3. í 17-19 ára flokki kvenna. Og þá það karlarnir, við ætlum að fara í þá næsta. Já, þar vann Jakob Helgi Bjarnason. Hann hvað gamall? 16 ára? Hann 16 ára, unglingameistari í stórsvíi. Nei, hann misti af stórsvíinu vegna Gettu Beturs. Já. Hann núna hann að næla sér í, var í Gettu Beturlinu Vestló og hann að næla sér hann í titil í stórsvíinu fyrir þetta ár. Og ekki verri titill heldur en unglingameistaratitilinn, Íslandsmeistaratitilinn. Aðeins 16 ára gamall, Íslandsmeistari í stórsvíi, keppi fyrir Dalvík á tímanu 2.20.52. Svo það Gísli Rafn Guðmundsson, fyrrverandi landsliðsmaður frá Reykjavík, töluvert eldri heldur en Jakob, næstum 10 árum held ég eða svo. 2.20.58, aðeins 6 brotum eftir og 3. sæti Sigurgeir Haldursson, Akureyri 2.21.50. Í úlingaflokki það síðan Magnús Finnsson sem Íslandsmeistari í 17-19 ára flokki. Öðru sæti það Einar Kristinn Kriskesson og því 3. Unnar Már Sveinbjarnarson, Dalvík. Betur, þetta lítur vel út og nú okkur öllum lokið, mótið búið.